Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Mikill meistari sagði að lífið væri bara föstudagar og jól sem betur fer fyrir okkur hérna í föstudagsþættinum eru fleiri föstudagar en jól en þau koma sennilega á endanum. Maður veit það samt ekki, það er 2020, það getur allt gerst. Fyrstu gestir þáttarins í kvöld eru ekki að verri endanum. Það eru þær Kristín María og Hildur Birna, uppistandarar úr uppistandshópnum Bara góðar sem að trylltu líðin og græna hattinum í gærkvöldi. Verið velkomnar stelpur, takk fyrir að koma í þáttinn til mín. Takk fyrir að bjóða okkur. Ef við bara byrjum á, þetta er nú ekki í fyrsta sinn sem að Bara góðar koma hérna í föstudagsþáttinn. Þið voru náttúrulega hérna í fyrra líka, var það ekki, á Akureyri? Í fyrra, jú. Já. Og þá vorum við með fyrstu sýningun okkar. Já, og núna var önnur sýning. Nú er önnur sýning. Þó nú er þetta orðin hefð, nú komist ekkert upp með að hætta, nú verður þetta bara að halda áfram og áfram, er það ekki? Já. Það er eins og hérna, mér var svolítið skemmtilegt hvað Kristín sagði þegar við vorum búin að frumsýna sýningu nr. 2. Og sagði, vá, hvað frábært að komast upp með þetta. Þannig eins og við höfum verið að gera eitthvað á okkur, sko. En hérna, og við erum sko núna að semja sýningu 3. Já. Sem að verður frumsýnd í nóvember. Já, það er bara, það líður ekki lengra á milli. Já, það er náttúrulega kom COVID. Já. Við þurftum aðeins að taka pásu á sýningu 2. Já. En hún er bara svo hræðilega góð, sko. Er það ekki? Jú, verðum aðeins að fá að gera hana meira, sko. Já, nei, auðvitað. Og hvernig er að koma og græna hattinn, til dæmis miðað við að vera fyrir sunnan eða á öllum þessum stöðum sem þeir eru að koma fram? Það var bara frábært inn í fyrra, minnskostið. Það var fullt af fólki og bara allir mjög svona peppaðir. Já. Til að segja. Rosalega vel tekið á móti okkur, sko. Og hérna, gaman að sjá líka, sko, plakkarnir blastað hérna svolítið niður í bæ og svona. Maður er svolítið stjarna, sko. Það þekkir mann reyndar enginn út á götu. Það er enginn byggðið með einandararðin en þá, sko. Þið hefur ekki lent í neinu svona selfie-momentum? Nei. Ég hef ekki mætt neinum ennþá. Það er enginn hérna. Aldrei. Kannski kemur. Já. Við erum bara að standa niður í bæ. Ég hef búið hérna í nokkuð mörg ár og ég hef alveg séð fólk með reglulegu millibili. Já. Það kemur alveg fyrir. Já. Nei, hún er náttúrulega bara, hún fer náttúrulega ekki út svo sem greið, en hérna, maður þarf að fara út til að hitta fólk. En ég er búin að fara í Eymundsson, tók svona túristahring, mér finnst það mjög skemmtilegt. Og maður einhvern veginn að komast í mollið, það er eitthvað við það. Já. Mér líður í alvörunni eins og ég sé í útlöndum þegar ég er inn. Mér finnst þetta eitthvað svo skrítin umferðarmenning og mér finnst þetta allt svo sérstakt og skemmtilegt. Þetta er líka, við mátt okkur því að nú er ferðalag til Akureyrar eins og ferðalag til New York. Já. Í gamla lífinu. Í gamla lífinu, já, fyrir COVID. Ferðatíminn er jafn langur og þetta er nokkuð sama. Já. Og maður trýta sig alveg, sko, fyrir að borða. Eða þú veist, fólk sem fer út, það er náttúrulega ekki allir sem Nei. Sýna því skilning. En segðu mér með sýninguna, hvernig nálguðust þið þessa öðruvísi? Eru svipuð efnistök og hjá okkur síðast? Hvað eru þau svona helst að vinna með núna? Sko, við erum svona eins og vanalega, svolítið bara að vinna með okkar eigið líf. Já. Bara tala svona alls konar hluti sem að ég held að mjög margir bara þekki og hafi lent í og við erum kannski að svona tala aðra fleti á svona ýmsum hlutum sem að maður er að svona glíma við í daglega lífinu. Já, svo líka kannski svo skemmtilegt að því að það er svo stór aldurspil í hópnum. Það er sko Karin 27, María 85. Já. Og það er náttúrulega að horfa ekki eins á lífið. Nei. En María samt, þú veist, ég held hún sé sko meiri unglingur heldur en ég. Þannig að þú veist, þetta verður allt svolítið ruglingslegt. Já. En já, bara gaman að sjá hvernig, þú veist, það eru mismunandi pólar í öllu og hún til dæmis hefur verið að kenna fólki hvernig er að eiga viðhald og fara upp í Heiðmörk í Reykjavík. Hvernig maður á að vinna með þetta. Já. Og það er mjög skemmtilegt að heyra hann að segja frá því, sko. Ég trúi því. Já. Þetta er líka örugglega upplýsingar sem er ekkert, sko, fáanlegar alls staðar. Ég meina, Nei, líka ekki á Glómbekk, sko. Nei.
og fólk veit ekki hvernig á að bera sig að endilega. Nei, og hún er svo hispustlaus af sinni kynslu að vera bara mjög hispustlaus. Já, og það er náttúrulega bara viti, láta hlutina flakka. Að láta það flakka. Það ekki. Jú. Það er svolítið lykillinn í þessum bransa. Já, og það er líka kannski það sem er svo skemmtilegt í þessi bransa, það er öruggast að gera grín af sínu lífi og sinni upplifun. Og þannig að þá meiðir maður síður aðra, sko. Já. En auðvitað náttúrulega lenda alltaf einhverju undir vagninum, óvart, sko. En það er bara því að maður er svo vitlaus sjálfur, sko. Já. En það er náttúrulega aldrei viðkvæmt í dag með húmor. Já, maður stíga varlega til jarðar. Þetta er svolítið flókið, sko. Passa hvað maður segir. Sko. Já, ég finn það ég var bara svolítið erfitt með að átta maður sig. Ég þarf að spyrja son minn, sko. Já. Hvort það hitt og þetta sé í lagi. Ég finn, farnar svona, þegar maður er farin að ritskoða sjálfan sig. Ég er ekki ennþá að byrja á því, sko, en ég er að hugsa um það. Þú ert að hugsa það, já. Ég er ekki komið þangað. Nei, gott, ég held að það er mjög gott að halda sig bara þar, byrja ekkert á því, ég held að þá verður þetta svo leiðilegt. Já, mér finnst þetta mjög flókið, sko. En hvað, núna þið byrjaðar að vinna næstu sýningu, verður það þá meira svona vinna úr ástandinu og þessu sem er búið að vera í hámæli núna í ár? Ekki endilega. Nei. Auðvitað kemur það við sögu. Já. En ég held að allir eru svolítið, þetta er svolítið leðilegt. Já. Sko, og maður langar að hugsa um eitthvað annað. Ég er kannski til dæmis að tala um sumarfríið mitt. Já. Það var kannski, þó sé ekki beint ástandið, þá kannski svona varð sumarfríið, svolítið svona. Ákveðið ástand. Ákveðið ástand, vissulega. Já, við erum að tala um sýningu 3, já, ég ætla að vera með svolítið, sko, í þessu ástandi hefur náttúrulega maður geta farið sem alveg naflaskoðum, sko. Og ég er svo mikið að reyna að átta mig á, sko, öllum þessum nýjungum, ég náttúrulega á 50 aldri, sko. Þetta er bara flókið. Já. Þetta er bara eins og þetta með húmorinn og hvað línan er og svona. Ég er bara full að vinna með þetta. Já. Og kannski full vinna að fylgjast með því hvar línan er, hverju sinni. Já, þess vegna er ég vilt bara með son minn í eftirdrægi. Já. Hann bara bopp. En ég fer ekki eftir því. Nei. Reglurnar eru til þess að brjóta þær. Já, bara gott að vita hvenær maður brjótar. Já, vita hvað þær eru. Nei, frábært. Ég hlakka mikið til að sjá þriðju sýninguna. Ég veit að hún á eftir að gera stormandi lukku og fyrsta og önnur. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað í föstudagsþáttinn. Algjör snildi skildu koma og bara gangi ykkur vel áfram. Takk kærlega. Takk fyrir það.